Bjartur, þú náttúrulega kepptir hérna fyrstu baráttu á EM síðast. Hvernig reynsla var það og hvað ertu að fara svona, hvernig tekur þá reynslu með þig núna á EM? Ja, þetta var bara rosalega góð reynsla. Það var náttúrulega fyrsta skipti sem ég keppti, svo ég vissi ekki hverju ég ætti að búast við og núna líður mér eins og ég sé mun betur undirbúinn og svona veit meira hvað ég er að fara í. Akkurat. Hvað varstu að læra af síðasta móti? Ég lærði svolítið á weightcuttið. Ég mun örugglega gera það svolítið öðruvísi núna, en það var helvítis vesen að vigta sig inn svona nokkra daga í röð og ég ætla að fínstilla það aðeins betur núna. Varstu ekki þú keppir í fjaðurvigt? Já. Og gerði það í fyrra líka? Já, ég kepp, 66 kg. Og hvað ertu þungur núna? Er þetta eitthvað sem þú ætti að spá mikið í núna á köttum? Ég er í kringum 70 kg núna. Já, og það er 66 kg flokkur. Já. Ég er að gera bara borða rétt og hitt og þetta. Hvar hefur þú bætt þig frá því þú barðist síðast á EM? Ég myndi segja að ég hafi kannski bætt mig mest í wrestlinginu. Í seinni bardaganum mínum þá lenti ég í andstæðing sem að taka mig niður og í rauninni stjórna mér rosa vel á jörðinni og vann bardagan mikið þannig. Svo ég hef lagt áherslu á að við festast ekki undir. Reyna að komast aftur á fæturna betur. Og hvað er markmiðið í MMA? Og náttúrulega kepptir fyrst í fyrra, búin að vera að æfa þetta núna nokkur ár. Hvert ertu að stefna í þessu? Já, ég er náttúrulega búin að vera í þessu 10 ár og það er bara að komast eins langt og ég get. Núna er maður loksins komið með vettvang. Maður er komin í keppnisliðið og getur farið að gera þetta reglulega. Svo það er bara að keppa eins mikið og ég get og ná sem lengst, helst í atvinnumennsku. Og hver myndir segja að vera þínir styrkleikar í MMA? Mínir styrkleikar eru lengdin, beinuhöggin. Ég er yfirleitt frekar hár og mjór með við þyngdarflokkinn, svo ég næ að nota lengdina mjög vel í strækinginu og síðan reyni ég að halda toppstöðu mikið og vinna með ground and pound frekar en að elta submissions. Það gefur meiri tækifæri. Og hvað er markmiðið í ár á EM? Markmiðið er náttúrulega að vinna. Það er bara að komast eins langt og ég get og helst að vinna allt mótið.